Dómarinn heitir F. Mark Knight. F. Mark Knight. Dómarinn F fyrir Fred sennilega, ég veit ekki. F. sennilega. Já. Fara niður í hálftíma með hann heitir F. Mark Knight, það er M. C. Stórt K. N. I. G. H. T. Já. Nei. Ég að tala við þig, já. Halló. F. Mark Knight sem stafað stórt M, lítið C, stórt K og N, I, G, H, T. Já, Mark Knight. Norður Írlandi. Það er nóg að súpa hann. Við þurfum aldrei línuverðina, þeir eru líka norðurískir. Og heita einhverjum fjandarsnafni, Lockins og Duffy. Það er nóg dómari. Þessi fallleikur sem við hlusta á áðan, hann er nú í framkvæmd hérna fyrir ofan okkur og það eru Þórjón Pétursson og Brynjar Ágústsson sem framkvæma þetta erfiða atriði. Ég skilst að þeir ætla að snúa fallhlífunum beint niður. Ég skil ekki hvernig þeir fara að því. Þetta hlýtur að vera alveg rosalega hættulegt. Nú eru þeir á 100 kílómetra hraða. Er ekki lögregla hérna á vellinum? Þetta er gott klapp. Frábært, strákar. Skapti, það er sérna.
Þorsteinn. Ágætu vallagestir, nú kynnir Eggert Magnússon, formaður Knattspyrnusambands Íslands, heiðursgesti þessa leiks, þá Steingrím Hermannsson, forsætisráðherra og Ásgeir Sigurvinsson fyrir leikmönnum beggja liða. Að því loknu að þá mun Eggert Magnússon afhenda Ásgeiri Sigurvinssyni frá Vestmannaeyjum gullmerki Knattspyrnusambandsins fyrir hans frábæra framlag til íslenska knattspyrnu. En Ásgeir lék sinn fyrsta landsleik þann 3. júlí 1972 gegn Dönum og sinn 45. og síðasta gegn Tyrkjum í september síðastliðnum. Ásgeir ekki rétt að rísa úr sætum og hylla besta knattspyrnumann Íslands fyrr og síðar. Takk honum fyrir frábæra frammistöðu. Sýna hugsun í verki. Ásgeiri í fyrr er Ásta Guðmundsdóttir kona hans. Og hún þykkur að sjálfsögðu blóm frá Knattspyrnusambandinu til að hafa stutt vel og dýrkilega við bakið á manni sínu. Og gott klapp hérna að lokum. Áfram Ásgeir! Reyna að finna nú eftir, þannig að við getum hætt í honum og ég vil byrja á honum eða... Nei, hætt í honum, við verðum að hætta þannig. Þannig fyrir þetta að byrja á honum. Hvað er nú að mónitornum hérna? Þetta er nokkuð hvað er að mónitornum? Já. Þetta er gillin á hinum minn. Það er einhver að laga mónitorni hérna. Hann er alveg svartur.
fara að gera núna? Helst nokkur af þessu. Nei, nú allt farið. Svitlis þetta. Ljótur. Ofan að hverju. Liðindi leika hérna í kvöld í þessu fyrsta landsleik Íslands í Evrópukeppni landsliða. Þessi úrslitakeppni fer fram í Svíþjóð 1992. Lið Albana, númer 1 Kotak Strakosja, númer 2 Pierin Moka, númer 3 Artur Lekbello, númer 4 Nán Kove, númer 5 Róti Vata, númer 6 Papa Gera, númer 7 Ég byrja núna eftir 10 sekundur. Númer 9 Lefte Milo, númer 10 Edvard Abassi og númer 11 Gott kvöld og velkomin á Laugardalsvöll. Hér hefjast fyrsti leikurinn á Evrópumóti landsliða í knattspyrnu. Og þetta er jafnframt 200. landsleikur Íslendinga frá upphafi. Hér mæta Íslendingar Albönum í fyrsta skipti. Og lið Íslands sem leikur hér í kvöld er þannig skipað að markvörður er Birkir Kristinsson, númer 2 er Ólafur Þórðarsson, númer 3 er Atti Eðvaldsson fyrir liði, númer 4 Pétur Ormsted, númer 5 Sigurður Gretarsson, númer 6 Sævar Jónsson, númer 7 Guðni Bergsson, númer 8 er Þorvaldur Örlygsson, númer 9 Arnór Guðjónsson, númer 10 Guðmundur Torfarsson og númer 11 Pétur Pétursson. Og varamenn Íslendingar í kvöld er Bjarni Sigurðsson, Sara Markvörður, Gunnar Gíslason, Kristján Jónsson, Eyjólfur Sverrisson og Ormar Örlygsson. Og þjálfari íslenska landsliðsins er Svíir Bó Jóhannsson. Og þá lítum við á lið Albana sem leika hér á Laugardalsvellinum í kvöld. Markvörður er Kotak Strakosja, númer 2 er Pierin Moka, númer 3 Artur Lekbello, númer 4 Nán Kove, númer 5 Róti Vata, númer 6 er Alvar Gera, númer 7 Illi Sjehu, númer 8 Mírel Jósef, númer 9 Lefter Milo, númer 10 Edvard Abassi og númer 11 Suleiman Delmolari. Varamenn Albana í kvöld eru þeir Anesti Arabi, Roland Ilyati, Arben Arberi og Fatos Dayab. Þjálfari er Beykus Bircher. Og leikurinn er hafinn hér á Laugardalsvelli. Birkir Kristinsson reynir boltanum út á Sævar Jónsson. Það er mikið í húfi í þessu leik, fyrsta leiknum á Evrópumeistaramóti landsliða. Það er mjög óvenjulegt að Evrópumóti hefjist áður en heimsmeistaramótinu lýkur. En Evrópumóti hefst með þessum leik hér á Laugardalsvelli og nú er Íslendingar í þeirri stöðu að við ætlumst til þess að þeir beri sigurorð af Albönum. Albanir hafa ekki náð að vinna leik á heimsmeistaramóti né Evrópumóti á undanförnum áratug. Og nú eru Albanir komnir í sama hlutverk og Íslendingar hafa oft verið gegn sterkum þjóðum. Íslendingar hljóta að leika sóknarleik hér í kvöld, en leikurinn fer rólega af stað eins og sjá má. Albanir taka hér aukaspyrnu. Atti Eðvaldsson skalla frá. Og hér kemur góð sending yfir til hægri, en Arnar Guðjónsson náði ekki boltanum. Móka nefnir boltanum tilbaka á Strakosja. Strakosja spilnir frá marki sínu. Og hér er mikið kaplum. Guðni Bergsson hlýtur að vera undan Albanum hér. En hann ýtti boltanum aftur fyrir endamörk. Það eru Albanir sem fá fyrstu hornspyrnuna í þessum leik.
Birkir Kristjánsson tilbúinn í markinu og við stöngina stendur Sævar Jónsson en það Abassi sem tekur hornspyrnuna, stutt hornspyrna og Abassi fær boltan aftur. Og hér kemur Þorvaldur Örlygsson, sendir boltan tilbaka á Birki. Atli Eðvaldsson sendir boltan yfir til hægri á Sævar Jónsson. Pétur Olsnef á Arnóri vel gert. Sævar er komin hér og Pétur Pétursson er nú á hægri kantinum. En Arnóri sáum við Péturi hér. Íslendingar þreifa fyrir sér, Guðni Bergsson sendir boltan til vinstri á Ólaf Þórðarsson. Abassi hallendur við hann og sjálfsögðu dæmir dómarinn Mark Knight frá Norður-Írlandi aukaspyrnu á þetta brot sem við sjáum hér. Það sjálfsögðu dæmir Mark Knight dómarinn hér aukaspyrnu og það Guðni Bergsson sem stillir boltanum upp. Á sending inn á vítateig og ágætur skalli yfir til vinstri en heldur langur kannski frá vinstri hlutur sinni. Ágætur. Vel framkvæmd aukaspyrna frá Guðna Bergsinni á kollinn á Pétri Pétursinni en Guðmundur Þorvarsson náði ekki í boltanum. Stragossa, markvörður Albana, yfir sér nægan tíma. Þessa markspyrnu. Og það Sævar Jónsson sem hafði hér betur. Og Albani eiga innkasti. Hér sér ég engu óstega sem fyrr. En hér spyrnir hann frá vítateig sínum. Hátt í boltum, Petur nú við honum. Það Íslendingar sem ná boltanum hér. Fá innkast. Pétur Pétursson og þá nafni hans Olsnef. Þessi sending of há fyrir Guðmund Þorvarsson. Og hér kemur Jósef fyrir Albani. Guðni Bergsson til varnar. Og nú það leikmann nr. 11 í Albanum, Demolari. Atli Fyrirlið Eðvaldsson. Vinstra megin Ólafur Þórðarsson. Og þá Guðni Bergsson á Birki Kristjánsson. Ólafur Þórðarsson. Á Sigur Gretarsson. Ólafur aftur. Það var vel gert. Og síðan boltinn yfir til hægri, en ekki nógu langt á Pétur, en Pétur Olsnef með boltanum á Pétur Pétursson og Pétur Olsnef, en þetta var að skjóta og það var fyrir fótak Stragossa markvörður Albana. Þá koma Albanir.
eftir þá þú að slökka á leikklukkunni. Það sérstakar reglur í gildi alvöru leikjum sem þessum. Klukkan var ekki verið í gangi. Ólafur Þórðarsson frá Brann í Noregi. Guðni Bergsson, Tottenham. Og Pétur Ormslev. Reynir hér sendingu beint frá miðjuna. Leika þétta vörn Albanir. Víða færis á skyndisóknum. Og hér sækja Atli og Ólafur Þórðarsson að einum Albana og Albanir fá aukaspyrnu. Demolari undir boltan inn á miðjuna. Og Demolari býður hér á kantinum en boltin hefur verið komin út af. Og Íslendingar einkastið. Óli, strax, Óli yfir. Og hér leggja Íslendingar af stað. Guðni yfir á Sævar Jónsson. Sævar reynir hér langa sendingu fram á Guðmund Torfason. Línuvörðurinn veifaði brot á Guðmund Torfason. Og Magnæ dómari fer að ráðum línuvarðarsins. Aukaspyrna á Íslendinga. Demolari, hann potturinn af pannan í liði Albana. Það greinilegt öllu. Og hér kemur hann. Miðjuna, einhver sendingu fram á Abbasi, en þetta var vel gert á Abbasi. Það er vel, Alfred Guðjónsson, kemur hægri kantinn. Þá Pétur Pétursson, Arnór. Og þá Demolari hjá Albunum, Atli sækjar á honum. Demolari enn með boltan. Sjó, reynir sending út á hægri kant, þessi sending á löng og Íslendingar einkastið. 10 mínútur liðnar af þessu leik hér á Laugardalsvelli og fyrstu 10 mínútur hafi verið 10 litlar. Ísland 0, Albanía 0. Íslendingar eru enn að þreifa fyrir sér gegn þessu albanska landsliði. Íslendingar hafa aldrei keppt við Albana áður. En það er greinilegt, Albanir þeir byggja á sterkri vörn, réttri vörn og bíða síðan eftir tækifærum á skyndisóknum. En hér er Íslendingar komnir af stað. Sævar Jónsson kemur upp hægri kantinn. Aftanan er Arnór Guðjónsson en Sævar sendir boltan fram á Sigurð Gretarsson. Og Sigurður með fyrirgjöf. Það var ágjörð sókn og Íslendingar strax búin að brjóta þessa sókn Albana að baka aftur. Það var aðeins lítið aftur. Hér kemur fyrirgjöfin frá Sigurði Gretarsinni. Og Magnæ dómari sá ekkert athugavert við þetta. Atli Eðvaldsson reynir hér langa sendingu á Pétur Pétursson. Þetta gekk ekki upp hjá Pétri. Hér er Gera og þá Kóve fyrir Albana, Kóve nr. 8. Við boltan fram á Villó. Og kannski hér, Sjó kom í gegn og Albani fá hér í dauðafæri. Illi Sjó fékk stökka sendingu og íslenska vörnin svaf á verðunum eins og við sjáum hér. Hér skall hurðum með hælum við íslenska markið. Sjó er 24 ára gamall. Hugulugur vinnufjarkur á miðjunni. Hann er snöggur, hann Sjó. Það fengu íslensku varnarmennirnir að reyna á þann. Guðni Bergsson senda boltan hér á Sigurð Gretarsson. Sigurður til vinstri á Ólaf Þórðarsson. Á Pétur Pétursson. Og Ólafur náði ekki boltanum. En hvað gerir Sigurður? Ekki heldur.
og Íslendingar eiga þetta innkast. Númer 11 hjá Albanum Demolari, 26 ára gamall. Hann greinilega lykilmaður í þessu albanska liði. En það Ólafur Þórðarsson sem sér innkastið. Þorvarsson. Demolari. Og Þorvaldur Hölm sem segir að honum. Það vel gert hjá Albanum. Stuttar sendingar og endur Demolari með boltan. Þá Sjó. Samsagt að gefa honum góða gætur og það gerir Pétur Olsson. Þessu boltan af Sjó og reynir honum tilbaka á fylgir landvörn. Þetta ágætt. Ólafur Þórðarsson komur að stað hér. Pétur Pétursson. Leika þéttavörn Albanir. Taka lífinu með ró þegar færi gefst. En Stragossa, markvörður, hefur spilt hér frá marki sínu. Sævar til varnar í Íslendingum. Og hér kemur Demolari. Rennir boltan til hægri á Kóve og hér Atli. Nú sjálfsagt að renna boltanum tilbaka á Birki. Jájó. Sævar. Íslenska landsliðið mun leikreyndara en albanska liðið. Albanir leika mjög háa landsleiki og þá einkum og sér í lagi þegar þeir taka þátt í Evrópu og heimsmeistaramótum. Nú hér Pétur Olsson og boltanum miðjunni. Sævar. Reynir sendingur hér fram kantinn. Bara laglega með boltan Albanir sjáu Demolari. Mjög yfirvegaður. Og hér Abasi. Þess ekki á sæðhættur albansku leikmennir. En finnst ágætt að láta Demolari hefja sóknarleikinn. Og hér átti hann sendingu fram kantinn. En Ólafur Þórðarsson sá við þessu. Missi boltan hér. Og það spilna á sendinga. Þegar tekið hana. Abasi hér. Og þá Demolari. Og hér liðvörðurinn Vata kominn og reynir skot. Pétur Olsson var fyrir skotinu. Hvað eru Albanir að ná tökum á miðjunu nú? Bara mjög laglega með knöttin. Og síðan reynaði sendingu inn á Sjó. Alveg eins og áðan. En Guðni Bergsson bæði hér hættinu frá. Ítti boltanum út af. Og Albanir eiga innkastið. Gjánaði með þetta hann Guðni Bergsson. Þetta frá hotspilnu, þeir fá hann ekki og nú stóa Íslendinga vörn svo. Arnór Guðjónsson, þessi sending rata ekki rétt að leið og enn kemur Vata. Og þá Demolari. Og hann enn boltan að Demolari, það þarf að fara að stöðva þennan mann. Hvað gerir Demolari nú? Kemur sending yfir á hægri kant. Og þessi sending væntanlega oflaung fyrir bakvörðin Nógan. Og reyndar Jera, það skiptir ekki nokkru máli hvort það var Nóra eða Jera. Sendingin oflaung. Og þá lengta Íslendingar að stað. Guðni Bergsson. Þetta langa sendingar fram. Líðuna, þessar sendingar duga einfallega ekki. Þá það Sævar. En reynir Íslendingar langar sendingar. Pétur Pétursson kemur hér. Og þá Arnór. Og Arnór skiptir yfir til vinstri. Hafði sending á Ólafur Þórðarsson. Ólafur á fæli vel. Það greinir að Íslendingar vilja gjarnan reyna háar sendingar og langar inn á vítateig Albana.
Jóhansson, landslýsarverði, hefur greinilega reiknað dæmi þannig að Íslendingar væru sterkari í háaboltanum en Albanir. En það hefur ekki enn komið í ljós í þessu leik. Demolari, aðalmaðurinn liði Albana, er hér með boltan og Þorvaldur Örlygsson hér er komin í þessi sendingu. Sigurður Grétarsson, Ólafur Þórðarsson, þá Atli. Sævar og Pétur. Hann missi boltan hér frá sér. Og þá var það Milo. Íslendingar eiga innkastið. Þeir sem eru á eftirtöldum deildu bifreiðum, Upsilon 3633 og X7639 eru dæmi að leipa hinum tíku með loka hinni. Hér sjáum við engan annan en Michel Platini sem hér á árum áður var frægasti knattspyrnumaður heims og er nú þjálfari franska landsliðsins. En Íslendingar og Albanar leika í riðli með Spánverjum, Frökkum og Tékkum í þessu Evrópumóti. Birgir Kristinsson, markvörður, spilur hér frá Víkurteig sínum, þeir tekur boltanum. Það er félagi Birgis í fram, getur Olstöð, og Þorvarsson. Og Ólafur, þeirri sendingu á Pétur, og Pétur Pétursson dæmdur rámstæður. Virðist nokkuð þétt, alvarska vörðin. Íslendingar þurfa að beita meiri snöggum sendingum og reyna að nýta hraðan til þess að komast í gegnum vörn Albana. Þorvaldur Örlygsson stundum boltanum hér undan og Alban eru innkastið. Demolari. Það er ekkert að hann létt hér á Pétur Olstöð, sendir boltan yfir á vinstri kant. Frábær sending. Og hvað skeður nú? Góð tilraun hjá Albanum, hér var Abasi á ferðinni og átti skot. Hann sneri baki í markið og reyndi skot leið og hann sneri sér, sem við sjáum hér með boltið framhjá. 20 mínútur liðnar af þessu leik hér á Laugardalsvelli. Ísland 0, Albanía 0 og leikurinn hefur verið tíðindalítill. Íslendingar hafa enn ekki náð tökum á þessum leik. Albanska liðið leikur sterka vörn og albansku leikmennir fara mjög vel með knöttin og hér taka þeir aukaspyrnu og reyna sendingu í Abasi. Boltinn aftur reyndavörn og það er vannspyrna frá marki Íslendingar. Edvard Abasi nr. 10 frá Dínamo Tirana. Flestir leikmenn albanska landsliðsins eru frá Dínamo Tirana. Þjálfarinn Birgir er þjálfarinn í Dínamo og Dínamo liðið er albanskur meistari. Birgir Kristinsson spilur hér frá marki sínu, Pétur Olstöð. Guðni sendir boltanum tilbaka á Birgi. Við tekum við boltanum, Sigurður Grétarsson eða hvað? Nei, þetta er skæðskiptið. Íslendingar ná ekki neinum tökum á miðju vallarins. Bossa, markvörður Albana, spinn frá markinu, Þorvaldur Örlygsson, Pétur Pétursson, Þorvaldur aftur, og ennum misti boltan og álangt frá sér og
þessi sendingu, Róka. Og sem fyrr þá fara þeir sér í einn góðsleika í albensku vörðunni. Gossa, markvörður, spilur hér þó frá marki sínu. Sævar Jónsson. Arnór Guðjónsson og Pétur Pétursson, dæmdur rangstæður. Hann var hér einn og yfirgefinn fyrir innan vörn Albana. Pétur Pétursson hefur skorað 6 mörk í síðustu 4 leikjum sínum með íslenska landsliðinu. Og hér fyrir sending frá Sigurði Grétarsyni, unga hættulaus þessi sending. Þeir ekki nokkru vandræð með að veljast svona sóknarlópum, albensku leikmennirnir. Gossa, getur hér frá ítið sínum og Arnór Guðjónsson er hér bóttanum. Og nú Pétur Ormslev. Sigurður Grétarsson. Verjast vel albensku leikmennirnir. Þeim gengur betur að láta og hér hefur Þorvaldur Örlygsson unni bóttan. Sendur bóttan yfir til hægri á Arnór Guðjónsson. Og Arnór, hann missir bóttan Róland frá sér. Þá þessi sókn úti og úti við skyndisókn hjá Albönum. Og hér Demonari. Og Demonari hann á ferðinni, reynir að leika Ólaf Þórðarsson. Og hér var hann ofurliði borinn af Atla Eðvaldsinni. Atli Eðvaldsson, fyrirliði íslenska landsliðsins, hefur að baki 60 landsleiki. Íslendingar hafa tekið innkastinn. Arnór Guðjónsson. Bóttan bak á Sævar, Pétur, Guðni Bergsson. Til vinstri, sendin hér. Ólafur Þórðarsson og Þorvaldur. Og vísningur hjá Þorvaldi og Pétur Pétursinni. Og Pétur hljóp frá boltanum. En Demonari kemur hér fyrir Albani og þá Milló. Og Milló rennur boltan og reynir fyrirgjöf. En Birkir Kristinsson markvörður og réttur stað. Birkir Kristinsson leikur í dag 4. landsleik sinn fyrir Ísland. Pétur Ormslev. Og nú Guðni Bergsson. Guðmundur Torfason. Sigurður Grétarsson. Kemur þetta. Góð sending. Guðmundur Torfason. Það er hér hestuminn. Demonari er fyrir boltan á miðjunni. Það nú að fara að gæta þessa Demonari mun betur og Pétur Pétursson ætlar sér að reyna það. En hér kemur Atli. Þessi sending gagnslaus. Beint á Jósef. Hvað gerir hann? Þá er það Milló. Það gerir hægra megin. Og síðan reyna það í stuttar sendingar. Hér á miðinni, Pétur og Arnór aftur. Þorvaldur Örlygsson. Skiptir yfir til hægri. Sævar. Sævar reynir skot og lengur færið á Pétur. Og nú er Sigurður Grétarsson hægra megin og hann lítur að vinna þetta innkast. Áhorfendur eru ekki ánægðir með þennan dóm. Milló.
leikmannina dæmdur rangstæður. Fyrir fyrsta skipti sem Albanir eru dæmdir rangstæðir. Sævar Jónsson. Og enn kemur löng sending og há frá Sævari. Þorvaldsson náður nú að taka við boltanum. En hann braut síðan af sér. Og dómari lét þessari aukaspyrnu fylgja nokkur vel valin orð til Guðmundar Þorvaldssonar. Dómari sér enga ástæðu til að stöðva leikinn. Það er greinilegt að hann telur að albansku leikmennin sé að reyna að vinna tíma. Hann krefst þessari takið aukaspyrnuna strax og reyndi stöðva leikinn. Og Albanir síðan. Fyrir albansku leikmennina að vera með leikaraskap hér á vellinum. Atli Evansson þetta skalla inn í Pétur Pétursson. Æjæj, hann yngi boltan beint á tönn. Og Pétur innkast. Staðið fyrir sínu í þessum leik mjög röggsamur dómari. En hér kemur Þorvaldur Örlygsson upp í vinstri kantinn. Og hér kom fyrir í sending frá Þorvaldi boltinn beint út af. Búinn að skipta yfir til vinstri hjá Albanum. Þá var það Biló. Og Demolari býður á hægri kantinum. Það var góð sending. Og hvað gerir Demolari? Hann fékk ekki tækifæri til að gera eitt eða neitt því að Ólafur Þórðarsson sá við þessu. Var eldsnöggur að sjá þessa hættu en Ólafur Þórðarsson og bjargaði í horn. Það er sjálfsagt að gefa þessum Demolari góðar gætur. Hann er greinilega potturinn og pannan í þessu albanska liði. En það er Kóe sem tekur hornspyrnuna. Og fær fyrir boltan aftur. Og aftur sendur hann boltan fyrir markið. En það er engi fjalli hans vinstri minn, hins vegar Guðmundur Þorvaldsson sem hefur allt á valdi sínu og lætur boltan fara aftur fyrir endamörk. Það er markspyrna frá marki Íslendinga. Þrjátíu mínútur liðnar af þessu leik hér á Laugardalsvelli og leikurinn hefur aftur þess að vera mjög fyrir lítill. Þetta er nú að Sjó er komin hér innan vítateig og hér fór hann eitthvað á sína. Sjó, hann hefur fengið bestu marktækifæri Albana í þessu leik og hér var hann hér komin í gegnum íslensku vörnina. Íslendingar verða að taka honum stóra sínum hér á Laugardalsvelli gegn þessu albanska landsliði. Það hefur enn í fullu tré við íslenska landsliðið. Fyrir þennan leik þá töldu nú allir sparkfræðingar að Íslendingar hægðu sig frá fleiri og nú verður að sína það og sanna Íslendingar að sammála okkur hér. Við skulum aðeins líta á þetta aftur. Það er að ske hérna. Þetta má nú. En þetta var nú eftir að Íslendingar fá hér aukaspyrnu og það er Sævar Jónsson sem skillir boltanum upp.
Ég sýnist nú öllu að við fáum nú langa sendingu og háa frá Sævari. Hann hefur beitt þessum löngu háu spyrnum mjög mikið í þessu leik. Og Atli, hann að skella boltan á Pétur Pétursson. Og Pétur leggur boltan út á Sigurð. Og þá Atli með skot, en boltinn langt frá markinu. Ekki gekk þetta upp, en þetta var sókn sem lofar góðu. Þetta var ákveðlega vel gert. Boltanum reynt út á Atla, en hér geigaði skotheimin hjá Atla fyrir liða Eðvaldsinni. Og Stragosa, markvörður Albana, búinn að styrka boltanum upp á Marteinn. Og hér kemur boltinn úr markspyrnunni. Íslendingar liða boltan meginni, Arnar Guðjónsson hér á hægri kantinum. Þetta virðist verið að koma hjá íslenska landsliðinu. Og Arnór með boltan. Og þá Sævar, Undur Torfarsson, en Stragosa náði að kýla boltan hér frá Guðmundi. Og Ólafur Þórðarsson missi boltan út af. Albanir eiga innkastið. Og Bello rennir boltan tilbaka á Stragosa. Og Stragosa byrnir hér frá marki sínum. Atli hýtur eiga þennan boltan. Nei. Þeir eru ágætir skallamenn, margir albönsku leikmannina. Þeir taka nú ekki að tvær hættur. Fara rólega af stað. Reyna að halda boltanum sem lengst og reyna gjarnan að koma boltanum fram á Demolari. Nú en hér kemur löng sendingu há, nær Pétur Pétursson boltanum, nei, það er Lekbelló, varnarmaður Albana, geysilega sterkur. Og þetta vel gert hjá Abasi. Og nei, Atli mista boltanum og Sigurður líka. Og þá kemur Kóve, skiptir yfir til vinstri. Og síðan kemur fyrirgjöf, en Guðni Bergsson staðsetti sig hárrétt. Hann var fyrir þessari sendingu og Albanir fá hér hornspyrnu. Nú kemur árulega stutt hornspyrna hjá Albanum. Jú, nei. Þeir stilla boltan upp aftur. Og aftur stutt hornspyrna. Sigurður Grétarsson missir boltanum hérna. Og línuvörður lyfti yfir flaggið sínum. Magnaði dómarinn, tók ekki mark á því. En Albanir halda boltanum áfram. Þeir virðast vera að ná tökum nú á miðjunni. Og að reyna að ná upp einhverju pressu. En Guðni Bergsson les leikinn mjög vel og lætur boltan fara hér aftur fyrir endamörk. Markspyrna frá marki Íslendinga. Birkir Kristinsson stillir boltanum upp og tekur til markspyrnuna. Hver tekur nú á móti boltanum? Ekki var það Pétur Omslev, hins vegar Míló. Og Sjó, hann er komin inn fyrir Guðna. Sjó er komin hér og hvað skýður hér? Það var afturlegin. Það var Atli Eðvaldsson sem kom hér eins og frelsandi enginn fyrir íslenska liðið. En komst Illi Sjó í gegnum vörn Íslendinga í þriðja skipti. Kemst Sjó í gegnum vörnina, en hér var það Atli Eðvaldsson sem bjargaði á síðustu stundum. Og mann er nú ekkert farið að lítast á blíkunni hér á Laugardalsvelli. Íslendingar ætla á móti sigur í þessum leik. En Albanir hafa enn í fullu tríð við strákunum okkar. Það fer ekkert milli mála. Sævar Jónsson hefur fengið hér boltan frá Atla.
á Arnór. Nú er nú hringt hér, honum Arnóri, en hann fær aðeins innkast. Það er Sævar Jónsson sem tekur innkastið. Hér er Guðni Bergsson, aftasti maðurinn í vörn Íslendinga. Og hann reynir hér langa sendingu og háa. Nú er það Guðmundur Torfarsson sem dæmdur rangstæður. Þeir virðast ekki gæta sér nógu vel á rangstöðunni. Pétur Pétursson og Guðmundur Torfarsson. Íslendingarnir tveir sem í fremstu vílinu. Hér nær Pétur Onslef boltanum og missir hann. Þá er það Guðni Bergsson og Arnór Guðjónsson á hægri kantinum. Og Sævar og Strakosa. Virðist mjög öruggur markvörður. Fótak Strakosa. Og hér koma Albanir. Milo kemur á flegiferð hér miðjuna. Vörnin er opinn og hér kom þrumuskot rétt fram hjá markinu. Þarna skall hurð enn einu sinni næri hælum við íslenska markið. Þrumuskot enn fram hjá. Það var Abase sem átti þetta skot. Edvard Abase frá Dynamo Tirana. Birkir spyrnir hér frá marki sínu. Og Sigurður Grétarsson nær hér boltanum. Og hefur reynt boltanum út til vinstri. Nú er Arnór Guðjónsson komin hér vinstra megin. Hefur lengst að vera á hægri kantunum. Og hann til að velja tjón. En hann fær hér hotspyrnu. Þetta er fyrsta hotspyrnu sem Íslendingar fáið í leik. Og hann var Arnór Guðjónsson og veginn slítur. Og hvað skeiði nú? Það er Pétur Onslef sem tekur hotspyrnuna. Pétur upp. Og við erum á að bæja leikinu frá hér Albanir. Guðmundur Bergsson og Sigurður Grétarsson. Og Pétur Onslef, nei, sem er ekki bóttanum. Það gerir hins vegar Þorvaldur Röðursson. Og Sigurður. Aðeins 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik hér á Laugardalsvelli. Ísland 0, Albanía 0. Og það eru Albanir sem hafa fengið mun betri marktækifæri í þessum leik en Íslendingar. Albanir hafi fullu tré við Íslendinga hér á Laugardalsvelli og hér tekur Vata aukaspyrnu fyrir Albana. Íslendingar hafa náð að bæja hættuna frá og Arnór Guðjónsson kemur hér upp hægri kantinn. Guðmundur Torfarsson tilbaka á Arnór aftur og Arnór reyndi hér sendingu frá Pétur. Sem hér kemst í gegn og skorar örugglega. Frábært mark hjá Arnór Guðjónsson. Íslendingar hafa komist yfir hér á Laugardalsvelli. Ísland 1, Albanía 0. Já, eftir þessu marki höfum við í 40 mínútur. Ísland 1, Albanía 0. Þú hlýtur þetta að koma hjá strákunum. Albanir laður að stað aftur og missa boltanum. Og nú farið að limpa yfir áhorfendur hér á Laugardalsvelli. Áhorfendur hafa á köflum verið daufir í dálkinn. Hér er fyrri hálfleik.
sókndjarfur að auki. Stragossa, markvörður, spyrnir hér frá marki Albaníu. Sævar Jónsson skallaði frá Aldan og Albaníu sem er í vestin. Skot frá Gera og þetta skot var löst á Birkir Kristinsson og var ekki miklu vandræðum hér. Það var Gera, bakvörður sem hér var kominn í fremstu vílinu. Þetta skot var hættulaust eins og sjáum á. Sér í engu óslega. Þeir eru kannski farnir að bíða eftir því að Matt Knight dómari fara að flauta til loka fyrirhálfleiks hér á Laugardalsvelli. Birkir spilnir hér frá marki sínu. Afgreinlegt að Albaníu hrinti hér í bak til Tómasinni. Og sjálfsögðu er þetta aukaspyrna. Mjög röggsömmum og dómari og aðtúr hann Matt Knight, Norður-Írlandi. Og það er Pétur Onslef sem tekur aukaspyrnuna. Abasi skalla frá. Og það Vata á albunum. Sævar Jónsson á þennan bolta. En spillir honum út af. Og Vata sér Villó endurfottan og Íslendingar verða frá Láru til Stöðvar og hann tekur hér aukaspyrnuna en snabbt það er höfn á réttum stað segir Matt Knight dómari. Það þýddi ekki fyrir Villó að reyna að vinna þennan tíma. Hér skal allt fara fram eftir settum reglum, segir Matt Knight dómari frá Írlandi og aukaspyrnan skal tekin á réttum stað. Birkir Markur Kristinsson tilbúinn í markinu og er að stilla upp varnarvögnum og hann rekur hér Pétur Onslef frá boltanum. Varnarveggur Íslendinga 9 metra frá boltanum og Abasi er búinn að taka pinnuna á og svo kemur skot frá Gera og Birkir Kristinsson á réttum stað í markinu. Og það var Gera Albaníu sem átti síðasta skotið hér á Laugardalsvelli. Albaníu höfðu fullu tréð í íslenska landslið lengst af fyrir hálfleiks en það var Arnór Guðjónsson sem náði að skora fyrir Íslendinga. Haldið mark eftir gott uppgjör þegar tæpar 5 mínútur voru til loka hálfleiksins. Staðan í hálfleik hér á Laugardalsvelli. Ísland 1, Albanía 0. Áhorfendur á að nýta tækifæri til að vera þátttakendur í stærsta happdrætti Íslandssögunnar sem íslenska geturinn gangast fyrir í tengslum við heimsmeistarikeppni á Ítalíu í sumar. Vinningsdrátturinn sem verður sameiginlegur